Hér kemur annar hlutinn af fyrsta kaflanum úr bókinni Mannslíkaminn. Í fyrsta hlutanum vorum við að tala um frumur, hvernig frumur eru byggðar og hvernig þær starfa. En frumur sem er af sömu gerð, við tölum um að þær myndi vef. Þær festast jafnvel saman í stærri lífverum og gegna sama hlutverki. Það kallum við vef. Vefur hins vegar, eða margir vefir sem að vinna saman, þeir eru ekkert endilega eins, en ef þeir vinna saman og mynda ákveðna heild, þá köllum við það líffæri. Við getum notað sem dæmi til dæmis magan í okkur. Það er ákveðin hluti af frumunum sem eru innan á maganum og senda efni út í magan til þess að melta matinn, en aðrar frumur eru utan á maganum, eru til þess að halda honum saman. Þannig að þarna eru tvenns konar vefir sem gegna sitt hvoru hlutverkinu en vinna saman að því að láta magan virka. Líffæri sem vinna saman mynda líffærakerfi. Maginn er sem dæmi hluti af meltingarfærunum, en það er fullt af öðrum líffærum í meltingarfærunum líka og þau eru mjög ólík. Líffærakerfin mynda svo lífveru. Við sjáum í raun og veru hér. Frumeind myndar sameind. Þetta er í raun og veru það sem við vorum að fjalla um fyrir áramótin, erum ekkert mikið að skoða núna. En frumur mynda vef, vefir mynda líffæri, líffæri myndar líffærakerfi og líffærakerfin mynda svo lífveruna. Við sjáum þetta hér í réttri röð. Frumur mynda vef, vefir mynda líffæri, líffæri mynda líffærakerfi og líffærakerfi mynda lífveru. Við skoðum dæmi, heitir annað dæmi. Vöðvafruma, margar vöðvafrumur mynda vöðvavef, vöðvavefir mynda vöðva. Margir vöðvar mynda vöðvakerfið og þetta er allt saman hlut af manninum ásamt öðrum kerfum. Þetta má hljóma örlítið flókið, þannig að ég er búinn að búa til hérna smá líkingu sem gæti hjálpað okkur að skilja þetta, en þá erum við í raun og veru búin að setja inn nemanda í staðinn fyrir frumu. Nemandinn er hlut af ákveðinni heild sem við köllum bekk. Bekkurinn er hlut af aðeins stærri heild sem við köllum árgang. Þið eruð mismunandi nemendur, þið eruð allir í 8. bekk, þið skiptist í 2 mismunandi bekki. En bekkirnir 2, þeir mynda saman árgang. Árgangurinn, 8. bekkur, er svo hluti af elsta stiginu hjá okkur, ásamt 9. og 10. bekk. En við erum líka með yngsta stig og miðstig og saman mynda þessi 3 stig Álftanesskóla. Þannig að það má nota svona samlíkingu til þess að sýna fram á hvernig þetta tengist. Helstu líffærin eða líffærakerfin, réttara sagt, í mannslíkamanum eru blóðrásarkerfið sem sér um að dæla blóði líkamann. Það samanstendur fyrst og fremst af hjartanu og svo af æðunum. Öndunarfærin eru fyrst og fremst lungun og barkinn. Meltingafærin eru munnurinn, vélindað, maginn, skeifugörnin, smáþarmarnir og ristillinn. Ónæmiskerfið eru eitlar og miltað og nokkur önnur líffæri. Húðin er aðalega bara húðin, hún er alveg sér fyrirbæri, þannig að hún er eiginlega ein í líffærakerfi. Taugakerfið samanstendur af miðtaugakerfinu og úttaugakerfinu. Miðtaugakerfið er heilinn og mænan, en úttaugakerfið eru taugarnar sem liggja út í hin ýmsu líkamsparta. Stoð- og hreyfikerfið er beinagrindin og vöðvarnir. Úrgangslosunarkerfið er ekki ristillinn og það sem við skilum út endaþarminn, heldur nýrun og það sem við skilum út í gegnum með þvagi, gegnum þvagblöðruna. Innkirtlakerfið eru nokkrir innkirtlar sem framleiða hormón. En hormón eru ákveðin tegund af boðefni, það er efni sem fara út í blóðið og segja líffærunum að gera eitthvað. Dæmi boðefni er til dæmis adrenalín. Þið vitið hvað gerist ef þið verðið spennt út af einhverju.
að þá spennist líkaminn allur upp. Það er af því að það er einhver af innkirtlunum að dæla adrenalíni út í blóðið og það segir líkamanum að vera tilbúin undir átök. Og svo er það æxlunarkerfið sem sér að búa til kynfrumur sem er hægt að nota til þess að búa til nýjan einstakling. En hérna sjáum við myndir af líffærakerfunum. Hér er æxlunarkerfið, hérna er beinagrindin og vöðvarnir, þetta voru sett saman hjá mér. Hérna eru taugarnar, hérna er blóðrásinn, þetta eru innkirtlarnir, hérna er meltingafærin, þetta er öndunarfærin, þetta er úrgangslósunarkerfið og þið sjáu að það er misjafnt hvað þessi kerfi ná mikið líkamann. En þessi kerfi vinna öll saman. Hérna sjáu þið nokkur kerfi hvernig þau tengjast hérna mænunni. Þessi stafir hérna standa fyrir mismunandi hryggjarliði. Þetta eru hálsliðirnir, þetta eru rifbeinsliðirnir og hérna niður í mjóbakið og niður í hérna rófubeinið. En þeir stjórna mismunandi, þannig að ef maður lendir í því að mænan í manni skemmist, til dæmis hér, þá hefur það áhrif á allt sem er hér fyrir neðan. Og það er ekki bara innan í líkamannu sem er stýrt af þessu, heldur líka útlimirnir, hendur og fætur. Þannig að þetta vinnur allt saman og ef eitthvað kerfi bilar, þá getur það aukið álag á önnur kerfi og þá fer allt í tóma vitleysu hjá okkur. En þá er þessum hluta lokið.